frumburðurinn, hún elsta dóttir mín, hún hefur átt mjög erfitt með fíknisjúkdóma, bæði með fyrst með átröskun og svona búlimíu og svona útlitsstyrkun og hún fór alveg bara mjög langt í því og hún byrjaði bara 13-14 sko og við vorum bara alltaf að reyna að hjálpa henni í alls konar hlutum, skilur að reyna að hjálpa henni. Já, opbóðslega erfitt sko. Hún var frá bugl og þú veist, geðdeild og allt sko, alltaf að reyna að fá styrk og við með þess að gerðum við gerðum heimildamynd hana, ég var náttúrulega komin inn í 12-spóra kerfið, þú veist, og maður held að það myndi kannski hjálpa henni ef hún myndi gefa af sér, en það gerði það ekki, þú veist, við gerum mynd hennar stríð við átröskunina. Og síðan þróaðist þetta yfir í alkoholisma og hún hefur bara á ennþá í stríði við það sko því miður en svona á stundum góða kafla en er ennþá ekki hólpinn í það minnst og ekki búin að finna lausnina sko. En hvernig var þetta að vera að því að maður hefur séð að þetta er náttúrulega hræðilegu sjúkdómur átröskun að sjá barnið sitt gera sér þetta, það hlýtur að hafa verið alveg bara ótrúlega erfitt. Já, það er alveg já, svo er maður bara alltaf að reyna ég meni þar líka sko, þar þurfti ég náttúrulega mjög mikið á að vinna með meðvirknina sko, af því að þetta er af því að maður var alltaf að reyna bara það er svo óskiljanlegt að það skuli ekki bara skilja hún skuli ekki bara skilja hvernig að fara illa með sig og bara hætta en þetta er fíkn sko, þetta er bara eins og alkoholismi skilur þú og hún er bara komin þetta er sko boðefna tripp og ég held að hún hafi hún flakkaði á milli, byrjaði í búlimíu að kasta upp sko en síðan alltaf smittaðist aðeins yfir í anorexíu að borða ekki eða þá að hlaupa og ganga og hreyfa sig alveg eins og veist, og svo hafa bara algjörlega blekt að sína á sitt útlit og finnast fallegt þegar það sést bara í rifbeinin og allt þetta tóttir sko. Finnast það fegurinn þar þannig að heilin er orðborðið heila starfsminn er orðin svo brengluð sko. Hún verður svo brengluð kannski af svengd en líka bara þessu boðefna trippi sko þau voru að svelta þig og þannig að þú bara komst ekkert inn og þú ert alltaf bara eins og með alkan sko, þú ert alltaf að reyna að komast inn en það bara virðist ekki vera neinn leið til þess að komast inn, ekki fyrir hann eins og maður segir ekki fyrir hann vill sjálfur opna, fyrir hann finnur sinn botn einhvern veginn